og þá að Íslandsmeistara kvenna. Hún lék á 209 höggum, en Íslandsmeistari kvenna 2020 kemur frá golfklúbbi Reykjavíkur og heitir Perla Sól Sigurbrandsdóttir. Já, Perla, þetta var það verulega. Við vorum aðeins að ræða þetta þriðja hring að þú myndir bara verða Íslandsmeistari. Já, við gerum það. Og hvernig er tilfinningin? Hún er bara mjög góð. Mér er alltaf langað að vinna þetta síðan ég tók þátt hérna í Eyjum fyrsta sinn þegar ég var 11 ára. Varstu með þetta bak við eyra þegar þú komst út í Eyju núna? Þú veist, gerður vonir að geta bara unnið þetta? Já, alveg. Þú veist, ég vissi alveg gæti unnið þetta. Ég myndi bara spila með golf, en maður, þú veist, það getur svo allt gerst, skilur, aðrir getur spila betur en maður sjálfur og alls konar. En svo gekk þér bara mjög vel? Já, bara, já. Þannig að þetta er samt eitthvað nýtt. Nýkrýndur Evrópumeistari ungmenna og svo Íslands, bikarinn. Þetta er náttúrulega stærsti titillinn á Íslandi. Hvað ætlarðu að gera með það? Ég bara halda áfram að gera það sem ég er að gera, sko. Bara. Nei, þetta breytir ekkert svakalega miklu. Nei, ekki miklu, sko. Bara gaman að hafa unnið þetta. En þú fórst út í morgun, hvernig var það? Það var bara, þegar ég var hiti upp, þá var þetta alveg fínt. En svo þegar rigningin kom og vindurinn bættist við, þá var þetta orðið dálítið svona. En ég var að spila bara fínt. Ég var á parinu eftir 4 en svo var þetta orðið dálítið rugl hérna, sérstaklega hjá sjónum og þar. Þú veist, það var svona að detta í bara boltinu var að fjúka gríninu. Ef það væri ekki blautt, þá væri bara boltinu. Og svo eru núna komin risastóri pollar út alla möllu og grínunum. Það er svolítið skrítið að vinna þetta þegar einu umferð dettur út og það á loka degi. Já, og þú veist, við vorum bara eitthvað að spila heima og maður vissi ekkert hvort maður var að fara aftur út eða ekki. Maður alltaf bíða eftir næstu og næstu tilkynningu. Svo bara var þetta ekki. Og hvernig var svo tilfinning að fá að heyra það? Hún var svona skrítin því að maður náttúrulega vill alveg klára að spila en þú veist, alveg líka bara fínt að bara vinna þetta, sko. En þú veist, það væri líka ekki sniðugt að vera að fara út í þetta, sko. Þannig að þegar þú horfir tilbaka rúma 3 daga sem varst að spila, þú veist, þú fórst með eitthvað markmið hérna út eða kannski engin sérstök og var það svona bara jafnaði geði hjá þau sem að klára þetta, þú veist, svona bara róli yfir þessu öllu saman? Já, algjörlega, þú veist, ég hafði bak við eyrað mig, þú veist, langaði alltaf að vinna þetta mót en annars var ég bara róleg og bara spila mitt golf, sko. En það er mót framöndan hjá þér og ég sá hjá þér daginn að þú varst valinn í Evrópulið ungmenna sem er að fara að spila í svona rædermóti. Segðu okkur aðeins frá því. Já, ég var valinn í svona Evrópulið, þannig það eru 6 stelpur sem keppa fyrir hönd Evrópu. Það er Evrópamóti Bretlandi og Írlandi og þetta er svona rætukeppni, eitthvað foursome og singles og það verður mjög gaman. Það er í Skotlandi bara í lok ágúst. Já, geggjað, það verður mjög spennandi. Og getur ég svona spurt yfir, hefur þessi titill svona eitthvað, það er erfitt að setja sín í markmið þegar maður er búinn að vera Íslandsmeistari, það er bara að bæta fleiri slíkum titlum við. Já. Og hugsa einhverja stærri titla. Já, algjörlega og bara standa sig vel í mótum úti og svona og finna einhvern góðan háskóla og svona. Er það markmið að fara í háskóla í Bandaríkjunum? Það væri allan núna, mér finnst það alveg mjög spennandi, sko. Sérðu jafnvel fyrir þér atvinnumennsku, er atvinnumennsku draumurinn svona eitthvað sem að í fjarska? Bara algjörlega, það er bara draumurinn, sko. Þú heldur þegar þú ert búin að vera að keppa úti núna, þú veist, og vinna það er best í Evrópu, þá náttúrulega sérðu það að þú getur alveg átt fullt erindi í atvinnumennsku. Já, ef ég held áfram að gera það sem ég er að gera, þá held ég að það væri alveg hægt, sko. Til hamingju. Takk fyrir.